Já, hlutverk mitt sem aðstandanda var náttúrulega það að ég fór með upp á spítala, yfirlega heimsækja lækna og sitja jafnvel með í lyfjagjöfum og svona vis og taka á móti upplýsingum. Og það mjög mikilvægt held ég fyrir þann sem greindur eða veikur að hafa einhvern með sér, hvort sem það maki eða systkini eða foreldri eða besti vinur eða vinkona, vegna þess að upplýsingaflóðið sem kemur frá læknunum, eðlilega, það svo rosalega mikið í gangi á þessum tíma. Það ekkert venjulegt, það ekkert fyrir einhvern einn að nema það allt saman, sérstaklega ekki þegar það snýr að manni sjálfum, að þá getur það verið svo rosalega mikið. Sömuleiðis það hlutverk aðstandanda oft á tíðum eins og náttúrulega nú var hún mikið heima og þá þurftum við að fá heimalíningu og ég þurfti ofta að taka hreinlega ákvörðun það að hringja þó hún vildi ekki gera það, eins að ég þurfti bara að meta stöðuna á hverjum tíma, kalla eftir því að fá morfín eða einhver aðra verkjastillingu eða eitthvað slíkt sko. Og það okkar hlutverk þá að hafa jafnvel, sljótt að segja það, vit fyrir eða eins að oft stolt sjúklingsins svo mikið, það vill halda í eitthvað og ekki sýna sér veikleika eða, ég veit ekki alveg hvernig maður getur eiginlega að túlka það sko. En maður þarf þá stundum bara að vera frekur og leiðilegur bara til þess að fá svefn, vegna þess að þetta oft bara þannig að verkirnir geta verið það miklir og vondir.